Góðan daginn hér, ágæta fólk. Við erum allt við sinn keip, vopnið okkar, bessan, við kveikjum þessu kerti á og síðan þessu hér. Við ætlum nefnilega að lofa drottinn smá, svo tilveran væri ekki grá. Ekki bara gott. Við höfum ekki að vera með gráa tilveru, heldur skjanna bjarta tilveru. Og þá erum við nú hérna með á sitt hvora hönd, orð Guðs, og ég veit ekkert annað sem svona heppilegra þar heldur en orð Guðs til að búa okkur til skjanna bjarta, framtíð. En við höfum þetta eins og við viljum og gerum þetta eins og við viljum og setjum þetta fram eins og við viljum því að við getum það og megum það og höldum áfram við verkið því það er vilji Guðs. Þetta gerum við vegna þess að við erum trúað fólk sem elskum Jesú og hötum syndina. Það þessi pakki fylgir alveg saman og það er gott að hata syndina. En við elskum syndarann sem er allt annað mál. En syndin er annað. Syndin sækir á vantrúna og gleypir hana. Trúin hefur tosað sig undan syndinni og syndin ræður ekkert við þessa trúna. Þess vegna ofsækir hún trúna. Vegna þess að hún vill hana út, vegna þess að hún vill bara fá að sprikla í friði. Þetta er það sem að orð Guðs kennir. Það er þarna, það þekkir þetta, veit þetta og fer þetta. Já, hvort sem að með mínu samþykki er eða ekki. Þetta er ekkert nýtt sem við erum að segja hér. Þetta er búið að ganga með okkur svo lengi sem að við höfum verið hér uppi. En það er ekki málið, heldur er Jesú málið. Og við lesum Jesú í orði Guðs og þess vegna erum við að benda á orð Guðs í þessum þætti sem heitir Biblíuþátturinn okkar. Og einkum og sérlega að hvetja menn til þess að vera gerendur orðsins og bera svona ábyrgð á orði Guðs og upp á eigin spýtur. Ef ég get það, þá getur þú það líka. Og ég er búinn að gera það í áratugi og þú kannski í áratugi líka, þá veistu alveg hvað ég er að tala. Þú veist gagnsemin af því að vera velaðir í orði Guðs og vilt þetta varst þá að kenna rétta kennslu að aðrir séu með þér þar. Hvort þeir séu með þér þar, veit ég ekki. En þú allavega það myndi svona ylja þér hjartaræturnar ef það væri. En hver maður hafi þetta eins og hann vill og sumir eru undir satansveldi. Það þess að vera þjóna góða afli en eru náttúrulega bara þjóna satani. Og ekki vil ég þjóna með þeim þar, en ég að vera þar sem ég vilja eða nenna því, en ég ætla ekki að vera með þeim þar. Ég ætla bara að lofa minn Guð, lofa minn Jesús og elska hann og tilbiðja og tegna og láta mér það bara nægja. Og ég ræði alveg hvað ég geri og ég vel þetta og ég ætla ekki að láta neitt taka það frá mér. Ekki svo að skilja ykkur að hafi verið að reyna það, en það myndi það hvort ég er ekkert ganga. Þetta er bara verkefni sem ég er í og það er að þjóna Jesú og gera það sem hann vill og þetta er eitt af því sem hann vill. Og þetta er að vera blessun fyrir aðra því að þeir sem að horfa á þetta og sjá blessast af og þetta svona styrkir trúna þeirra líka og það er besta mál. Þannig að við erum í góðum málum meðan við erum þarna. En það er hægt að fara með þessi í allar áttir og hvað átt sem maður vill sjálfur og
Sumir velja betri leiðina og þetta besta leiðin sem hægt að benda á nokkur manni á og maður búinn að fara þetta sjálfur í áratugi og ekkert veiklast í þeirri afstöðu að betri leið þessari ekki til. Og orðið á sitt hvora hönd mína, en það náttúrulega ekkert gagnið í þar. Þess að tökum hana fram, sumir daglega, flestir trúaðir, og gerir einhver skil. Þar liggur gagnið í orðið Guðs og hvergi annar staðar. Eftir þessu kallar trúin þín, því hún þar sem þú ert, hún í hjartanu þínu, og þú sinnir og hlýðir þessu vilja, því að þú veist, ert með á alveg að reyna að þetta vilji Guðs með þitt líf. Þannig að við erum ekki á neinu flæðiskeri stödd þegar við erum á þessum vettvangi og þetta einhver vettvangur sem við viljum ekkert fara af og segjum við þurfum heldur ekkert að fara af honum en við getum farið af honum, það að segja ef við viljum. Ég segi, ég ætla ekki að gera það, ég vill það ekki og sem segir mér líka að ég mun halda áfram við þetta. Þetta besta verkefni sem ég verið í á mínum 72 árum og veiklast ekkert í þeirri afstöðu, styrkist í þeirri afstöðu því að þetta allt saman bara gert í Jesú nafni og það gott nafn að fylgja og það gott nafn að vera undir. Þekkirðu Jesú? Veit það ekki? Ertu kannski andstæðingur Jesú? Þú máttu að þú vill, en ég hveti til þess að vera það ekki, því að það getur alveg farið svo að hann taki á því máli. Og það viltu ekki lenda í. Þannig að þú skalt vera með honum í liði og hrópa þetta nafn þá bara með mér, Jesú. Það ekki erfitt að hrópa það, en stundum það þannig að fyrir náttúrulega eftir því hvað í hjarta manninn eða fullt að skít hjarta þá náttúrulega ert þú geta að hrópa Jesú. Þú ert að hrópa eitthvað allt annað. En hrópaði Jesú og sjáðu til hvað gerist. Hann að bíða eftir kalli frá þér, hvers þú ert, hvað þú hefur gert, þegar vill að þú losnir þaðan þú ert yfir til sín og þar allt frelsi sem einn maður getur fengið. Það býr þar og þar. Og þú vilt þjóna þín nafni, vera undir þín nafni, því að það gott nafn að búa við og ég þekki ekkert annað nafn sem betra þessu nafni. Þess vegna ástunda ég orð Guðs og geri það á hverju degi reyndar í áratugi, þannig að eitthvað lítur maður að sjá við þetta. Ég sé allt við það að nefna þetta nafni Jesú meira og gera það sem hann vill að ég geri. Og hvað vill hann að ég geri engum? Til að mynda að lesa orðið, biði bænir til hans og ræki safnaðarsangofum mínar og það hef ég gert trúfastlega síðan ég kom inn í kirkjuna sem var árið 2000, það var 99, 2000 og það 2025 dagar þannig að þú sér að þessi búin að vera all lengi við þetta og ég raun og veru hef ég ekki gert neitt annað alla þennan tíma nema að vera í þessu embætti. Og þetta besta embætti sem ég hef hingað til gegnt og ég nú búin að vera við alls konar embætti á minni starfsævi. Þetta gott hlutskipti að þjóna Jesú og tilheyra því sem hans og það kirkjan, einkum og sérlagi. Og það öll flóran. Ef þú skoðar þá anga, þá teygja þessi í allar áttir. Það ekki bara eitthvað eitt, það teygir sig í alla mannlist flóruna, því Drottinn alltaf að þjóna til manna. Þeir eru númer 1 í honum. Hvað með þig? Þetta bara að þjóna eigin hyggjuviti og eigin sjálfshyggju. Það ekki gott. Það endar í dauðanum, minn kæri, og þú vilt auðvitað eins og ég lifa. Og ég með mig á þeim stað sem ég lifi og svo náttúrulega fer þessi líkami á sinni tíma og þá lifir þessi samt. Það sem trúir á Jesú. Þetta nú það sem kristin trú að boða.
Þannig að þú sem skilur kristna trú og tekur undir þetta hvert orð vegna að þú veist þetta alveg eins og ég. Þetta eitt af því sem að trúin gefur okkur, þessi fullvissa. Sumir ekki fullvissu um nokkurn skapaðan hlut og telja sig vera að gera rétt með því að gera þetta og rétt með því að gera hitt og svo rekst þetta allt á kostofna hotn og þetta fellur til, já, sitt hvora liðar og það ekkert eftir. Þetta nú líf margra. En þetta verður ekki þitt hlutskipti þegar þú hefur gert Jesú að þínum þjóni og þú ert farin að þjóna inn í kirkjunni, talningu það, þá er þetta bara eitthvað sem þú ert með í hendi og það fer ekki neitt. En þú getur auðvitað sleppt því. En það væri ekki gott að ráð hjá þér að sleppa því, heldur að ganga svo frá að þetta bara haldi áfram. Fyrir þig, að því þú veist að þetta er það besta sem þú getur gert. Margir eru sammála þessu, en þeir sem þekki ekki þetta þegar vel, þeir eru ekki sammála þessu. En hvað með þá? Hvað máli skiptir álit þeirra? Vanþekkingarina sjálfur, akkur hún á stýra og stjórna því sem við erum að gera. Og hún fær það heldur ekki, þegar við vitum betur. Við vitum að Drottinn er með í þessu verki, en hann er ekkert endilega það sem að vantrúin er, ekki nema bara til þess að kalla hana til trúar. Hann er náttúrulega alltaf kallandi menn, alltaf vantrúna þetta, til trúar. Og suma næra. Og það kannski gerist hjá þér í dag, eins og gerist hjá mér fyrir bráðum 40 árum að ég horfði til hliðar og sagði, og það er til Guð. Það var nú fyrsta opinberunum mín, hún var nú svona óflókin. Og ég hef ekkert veiklast í þessu að það er til Guð og ég þjóna honum öllum og að sífellt erfildum krafti reyndar og ætla að gera það áfram. Svo hjálpum við Guð. En þetta er sem þetta verkefnið mitt og margra annara líka. Það er að tala um Guð, tala um aðra við Guð, kenna Guðsveg og benda einhverjum og sérlagi á orð Guðs sem gagnlegast og öllu gagnlegum. Og ég verið með Biblíuna, hún er bæði Gamla testamentið og Nýja testamentið og gott bestamál með það, en það er það sem að gerist að þú eflist í trúnni eftir því sem að þetta vex allt hjá þér og það vex með ástundinni. Ef þú ert eitthvað slöksast við þetta, þá vex engin trú hjá þér. En þá átt þú ekki að sætta þig við og ég ætla ekki að sætta mig við það fyrir mína parta, þess vegna held ég tryggð við þetta. Og þá líka vext þetta allt saman á þeim hraða sem það á að vaxa og þú sér að eftir áratugi er nú vöxturinn orðinn nokkur hjá manni sem hefur verið alveg heiðarlegur við sitt verk, trúarverk. Og ef ég er heiðarlegur þá er það margir aðrir einnig og kannski þú líka. En ég náttúrulega þekki það ekki, ég get aðeins tala fyrir sjálfa mig að þessu leyti en ég hef alltaf rækt orð Guðs. Það hefur aldrei vikið neitt frá mér í all þessi ár, í alla þessi áratugi og er svona mitt, kannski hrósunarefni, ég veit það ekki, ef maður á eitthvað hrósunarefni þá væri það kannski þetta. Maður hefur staðið með orðinu og leitt orðinu að standa með sér og það er góð skipti. En maður þarf líka að gera því þau skil að maður leggja á sig að læra upp úr því og svona já, nema svolítið af því að þetta er allt saman gert fyrir mig og fyrir þig sem einstaklinga. Og þú sem vantrú í dag ert alltaf með þessa bók lokaða og kannski átt hann ekki til en ef þú átt hana og ert ekki trúaður þá er hún bara lokuð í þessari stöðu upp í hillu en eftir að trúin er komin þá byrjar að opna hana. Svo verður hún liðug og fín að opna því að þú ert alltaf að fletta í henni. Þessa blaðsíðu og hina blaðsíðuna og skoða eitt og annað sem það er að finna og þér finnst alltaf jafn merkilegt það sem hún er að segja. Og alltaf eitthvað, og oft er það þannig að það kemur fram eitthvað nýtt sem þú hefur ekki veitt athygli á þig því að orðið er lifandi. Það bara stekkur á þig þegar þú lest það núna en hefur ekki gert það áður. Af því það er lifandi, það lifnar bara við fyrir þér. Þetta er eitt af því sem að kristinn maður sér og upplifir og þekkir vel, þannig ég er ekkert að segja neina nýjar fréttir,
En vantrúin náttúrulega botnar ekkert í hvað þessi maður er að fara og það er allt í lagi. Hann er ekkert gefið að skilja það hvort þið er. Þetta snýst ekkert gáfur, þetta snýst að fá gjöf en ekki gjöf. Og Drottinn er að bjóða þér að taka við gjöf, en þú voru að vilja þiggja hana. Og það var fyrsta skrefið hjá mér á þessari vegferð að ég þáði það. Reynda bara að fekra, þetta skiptir engu máli, allavega var þetta gjöf sem kom til minn og ég sagði það er til Guð og hef ekkert veiklast í því frá þeim degi. En við erum með hérna Daniels bók núna. Daniels bók tilheyrir Gamla testamentinu og afl sem er mikið afl, eins og allt Guðs orð og það breytist í þetta afl þegar þú lest það og þegar skilningurinn á því kemur. Þetta er ekkert afl í þessu fyrir að þú ert búin að fá skilningin á orðinu og einnig það er gjöf frá Guði og skilningurinn kemur vegna þess að þú ert að leggja á því þá vinnu sem þarf við að lesa þetta og svona áttaði á því hvað er að ræða. Og Drottinn virðir þetta og gefur þér skilning á lesturinnum sem hvetur þig til að lesa meira eða vera meira við þetta. Ef þú fengir aldrei neitt skilning, þá var nú kannski líklegt að þú myndir ekki hafa mikinn áhuga á því að vera þarna kannski 10 árum seinna. En að því þú færð alltaf skilning smátt og smátt, að þá er áhuginn vaxandi jafnvel í að gera þessi verk. Og eftir því sem árin líða og þú ert svona heill í þessu þá hefur þú helling skilning á orðið Guðs en það er svo sem ekkert gagni því að eiga til mikinn skilning ef maður er ekkert að gera neinn trúarverk. Er bara sami gamli húli kallinn eins og maður kannski hefur alltaf verið og það er ekki það sem að Drottinn var að kalla þig til að vera sami gamli húli kallinn. Þetta vill að þú eigir svolítið líf í hjartanu þínu. Og þess vegna líka erum við að vinna þessi trúarinnar verk að við viljum eiga þetta allt saman í okkur því að okkur sjálf líður miklu betur sem glaðar manneskjur en ekki fúllynt fólk. Við getum alveg farið þá leið ef við viljum ef við nennum því en ég vil miklu frekar fara í hina áttina með sjálfa mig og vera þeim megin línunar eins og sagt er. En við ætlum að lesa, það er þess að Daniels bók 11. kafli. Skulum lesa frá mig bara 7, það er bara, já þarna. Á þessum tíma munu spretta fram kvistar af ætt hennar, hann mun halda gegn hernum og komast inn í virki konungsins í norðri. Þar mun hann berjast við menn og yfirbuga þá. Guði þeirra mun hann einnig taka steyptu líkneskinn þeirra og hinn dýrmætu gull og silfur mun hann flytja með sér til Egyptaland sem herfang. Nokkra ára skeið mun hann láta konung norðursins í friði. En hann mun síðar ráðast inn í ríki konungsins í suðri og halda þó aftur heim til ríkisins. Þetta er Daniel og Daniel var einn af stóru spámönnum Gamla testamentisins og spáði fyrir alls konar óorðna hluti sem komu fram á þessum tíma og hinum tímanum og kannski spáði Daniel líka komu Drottins. Það voru margir af þessum spámönnum sem kannski spáðu allir með einhverjum hætti fyrir komu Drottins þannig að þeir sem voru biblíumenn og gyðingar einhverjum og sér lagi, ég veit ekki hvort að aðrar þjóðir hafi nú haft Gamla testamentin, nei ég held ekki. En þeir allavega vissu að þessa konungs var að vænta og svo kom hann og þá þekktu þeir hann ekki vegna þess að þeir áttu ekki vona því að þarna væri bara kærleikur og sjálfur sem umviði allt fólk sem það yrði staða hans. En það varð og þeir höfnuðu honum gyðingarnir en Drottinn vann samt fullt af fólki af gyðingaætt og það eru fyrstu lærisveinar Drottins, það eru gyðingar
sem að hann sannfærði að hann væri þessi sem ætti að koma og hann væri frelsarinn, hann væri Kristur. Og þeir þekktu þetta nafn og hann hafði ýmis nöfn á sér eins og friðarhöfðingi og svo framvegis og svo. Þeir þekktu öll þessi nöfn en áttu von á einhverjum kappa bara, einhverjum konungi sem að berðist við og með sverði. En þessi gerði það ekki, hann var konungur en hann barðist ekki með þessum hætti. Og hann kom inn með kærleikann, hann kom inn með þeim hætti hann umvafði fólk og hann kom inn með þeim hætti hann elskaði fólk. Og það er eitt af merkjum kristninnar að menn elska fólk. Já, allt fólk. Og það er alveg hægt ef þú ert með trúna á opni og beitir henni svolítið fyrir þig. Þetta gerði Kristur og við fylgjum í fótspor hans hvað allt þetta varðar. Hann bar ekki illan hug til nokkurs manns og hann kendi mönnum sínum að gera það ekki. Og hann náttúrulega gaf það sem þurfti til þess að þeir fengi hjálpið þetta sem var, já, gjöf heilags anda. Ég veit nú ekki reyndar hvort að þeir hafi allavega fengu einhverjir af þeim gjöf heilags anda strax, en ég veit allavega eftir að hann var stiginn upp til himna og tekinn við sæti sínu þar og 40 dögum seinna þá verður kirkjan til og leið og hún kemur þá fyllast allir í loftsalnum, það byrjaði það, heilagum anda. Og heilagur andi er kraftur sem að færa okkur til þess að vera áratugum seinna við þetta. Við þurfum þannig kraft sem er heilagur andi og hann drífur okkur í öll þessu verk sem við erum að tala hér. Hann drífur okkur í orðið, þess vegna daglega, hann drífur okkur í bænina, þess vegna daglega og svo framvegis og að rækja safnaðarsamkomur okkar þegar þær eru. Þetta er eitt af því sem heilagur andi gerir og þetta er allt saman verk trúarinnar. Þannig við þurfum trúna. Við getum aldrei orðið það sem við erum í Jesú nafni nema fyrst að eiga þessa trú. Og hún kom í heiminn, var ekki í heiminum og kom í heiminn sem sagt með stofnun kirkjunar og það er 2000 ár síðan hún byrjaði og þessi kirkja er enn. Hvað annað sér þú 2000 ára seinna sem er ennþá í gangi og fullu skriði aðra í kirkjuna. Og þetta verður allt saman sem við höfum gert, það verður allt saman fallið til hliðar og annar risið á þeirri öskurúu og svo framvegis, en saga kirkjunar er ekki svoleiðis. Hún er búin að vera fersk og falleg alveg frá því hún var stofnuð, stofnsett, já, sem sagt á, já, þegar að, já, kirkjan var stofnuð, við munum þetta. Og þetta er nákvæmlega sama verk verið að vinna þar og var þá. Það hefur ekkert breyst. Því andi Guðs, hann breytir sér ekki neitt. Hann er bara þessi, hann er kærleikur, hann elskar fólk, mig og annan og vill að allir komist til þekkingar og vissu það hver Kristus sé. Hann er ennþá að vinna að nákvæmlega sama verkefni. Hann notar orð Guðs í þetta verkefni. Við hins vegar erum alltaf að reyna að breyta einhverju þar líka til þess að gera þetta svona léttara. Og við fáum fleiri. En þetta snýst ekkert um það, hvernig ég vil gera þetta. Það snýst um það að ég með minni trú vinni þetta verk. Og það er málið. Þannig hefst þetta, þannig vinst þetta og þannig verkast það best líka. En ég þarf að vilja fara þetta. Og ég vil fara þetta vegna þess að ég er Guðs maður alveg svo þú, sem gerir verk Guðs alveg svo þú, sem þekkir Jesú. En ég vil einkum og sérlega gera eins og orðið segir. Og þess vegna hvet ég menn alltaf til þess að lesa sjálfa orðið og vera svolítið þar með sjálfan sig og ekkert neitt öðru sig. Og það er það sem við gerum. Þannig gerum við þetta. Við erum núna í Lúkasar Guðspjalli og Kristur er kominn, sem það er búið að dæma hann til dauða og hann er búið að leggja hann í gröf og allt saman það. Og í 24. kafla lesum við
En í afturelding fyrsta dagvikunar komu þær til grafarinnar með ilmsmislin sem þær höfðu búið. Þær sáu þá að steininum hafði verið velt frá gröfinni og þegar þær stigu inn fundu þeir ekki líkama Drottins Jesú. Þær, eins og margir aðrir höfðu heyrt söguna, hann sagði þeim að hann ætti eftir að fara á kross, það var myndir í sögu. Þannig hann upprisinn, þar fundi hann ekki í gröfinni, en líkklæðin á sínu stað, en þar kveiktu ekki á perunni. Þar voru lokað, það var bara fullar af sorg yfir því að Jesú væri farinn, hann væri dáinn. En hann var ekki dáinn. Hann var búinn að segja það þetta allt, en þær gripu kannski boðskapinn, en þegar þær stóðu andspænis þessu, þá voru þær búin að gleyma honum. Þess vegna öll þessi sorg í gangi. Í staðinn fyrir hefði þetta allt verið eins og Drottinn vildi, þá hefði uppstingin, eða krossfestingin raun og veru átt að vera fagnaðarefni, því að nú væri allt að fara í gang. Og það var einmitt það sem gerðist, þegar krossfestingin var af staðinn og hann dáinn, þá fór allt í gang. Því að þá gat hann sent niður kirkjuna í öllu sínu veldi. Og hún hérna enn með nákvæmlega sama hætti og hún var þá. Og við erum hér að boða Jesú upprisinn, krossfestan og upprisinn. Og ekkert minna heldur það, og þetta hefur verið í gangi allar götur frá því að þessi atburður gerðust og raungerðust. Og stofnun kirkjunnar orðin veruleiki, og hún ennþá veruleiki, og það sér ekki högg og vatni þar, og það sér hvergi á henni. Mikið hefur verið viss staðinn allt saman að það sér enn ekki á henni. Því Drottinn verndar það sem hann sér og verndar það besta sem auðvitað trúin mín og trúin þín. Fyrir mig það besta sem hægt að eignast, það þessi trú. En menn hafa alls konar skoðanir og trú, en hvað var það mig það, hvaða skoðanir menn hafa á þessu og hinni. Ég veit bara vissu mína í þessu máli og ég ætla bara að halda mér þar. Ef að menn vilja halda sér einhvers staðar annars þar, þá gera það, en ég ætla að halda mér við þetta. Ég veit að þetta sannleikur og ég veit bara að vera sannleikasmegin. Og þú sjálfsagt vilt það líka, en svo það spurning, hvað hjá þér sannleikur? Ég hef ekki hugmynd það. Það getur verið svo margt. Bara allt á milli heimins og jarðar getur við fyrir þér sannleikur. Ég segi, orð Guðs sannleikur. Það rétta viðmiðið sem ég hef á mínu lífi, það að vera vel að mér í fræðunum, þessum fræðum. Ég geti verið vel að mér í mörgum fræðum, en ég vil einkum og sérlega vera vel að mér í fræðum orðs Guðs. Ég viðurkenni það að þetta það gagnlegasta fyrir mig að vera undir, og mér alveg sama hvað menn segja þetta. Mér varðar ekkert það, en þetta bara það sem ég ætla að gera. Ekki svo að skilja menn hafi verið neitt að skipta sér því, en það myndi það ekki gagnast. Ég ekki að fara neitt og þú mátt alveg vera það sem þú ert, við hvaða iðju sem þú ert. Ef þú nefnir því, þá máttu það alveg mínu vegna að trufla mig ekki neitt. En ég vil nú samt fá að hvetja þig á orði Guðs og reyna svona gera mitt til þess að beina huga þínum þangað. Ég veit alveg hvað gagn þetta og hvað sem mikið gagn af því að vera þarna undir þessum hæl, eða ekki hæl, það nú kannski var mikið að segja það, en undir þessu, kannski byrði, það getur verið það, en þá skaltu líka bara vera undir henni, ef þetta að þínu áliti einhver byrði, en þetta nú samt þá byrði sem ætlar að flytja þig til ríkis Guðs og himnum, en það gerist ekkert fyrir en ævi þín öll, hvenær endar hún, ég veit það ekki. En þú ert nú, eins og ég búinn að horfa eftir mörgum manninum og koninni í gegnum þitt líf og oftar eftir því sem þú eldist. Svo þetta ferð þú og ég og við förum og það tekur við það sem ég valdi. Ég valdi Krist, þannig ég veit alveg hvert ég að fara. Hvað valdi þú? Ég veit það ekki og þarf ekki að vita það, en það tekur við það sem þú valdi. Ég vil að það taki við það besta sem Jesús sjálfur.
Og það bara, þetta nú bara sannleikurinn minn og veruleiki minn í dag, sem ég veiklast ekkert í og hef aldrei veiklast neitt í frá því að maður áttaði að sjá út á hvað þetta allt saman gekk. En þetta þess að biblíuþátturinn okkar og hann þannig hugsaður að hvetja þig og okkur öll til þess að bera ábyrgð á lestrinum sjálf. Það allt í lagi að hlusta á góða kennslur og allt saman það, en við þurfum að bera ábyrgð á lestrinum sjálf. Og lesturinn þannig hugsaður og varðveittur að hann eiginlega krefur mann að sinna sér á hverjum degi. Ég les alltaf í Nýja testamentinu á hverjum degi að því ég svona Nýja testamentis maður og hef alltaf verið og verð líklega áfram. En ég gríp í hina líka, þetta svona sitt og hvað bara, þó ég sé svona einkum og sérlega Nýja testamentis maður og þá steður þetta allt saman hvort annað og heilmikil fræðsla og góð sem að tilheyrir Gamla testamentinu, þannig að það engin kvöð að benda á það. En allavega ef þú vilt fræðast mikið og vel Jesús, sem ég veit að þú sem trúaður maður vilt gera, þú færð allan pakkan þar, eins og leggur sig. Og það sem ekki þar, að þá það vegna þess að þú þarft ekki á því að halda. En það sem þú þarft á að halda, það finnur allt í Nýja testamentinu og svo alls konar viðbætur við það í Gamla testamentinu. Þannig þetta getur alveg spilað saman ef mann bara geta sín á að láta þetta að spila rétt saman. En Nýja testamentið það sem Kristur kom með. Við megum ekki gleyma því hvernig þetta að það Nýja testamentið sem Kristur kom með og kristintrúin byggir á Nýja testamentinu miklu meira heldur en Gamla testamentinu. En eins og við vorum líka að tala þetta vitum við, þetta styður samt allt hvað annað. En sumir kannski eru meiri Gamla testamentismenn en eru kristnir menn, heldur nokkuð tíma Nýja testamentismenn, ég veit ekki af hverju það Það svona kannski hroki, ég veit það ekki. Og líkast að fundið eitthvað annað en ég veit það ekki. Maður veit ekki alltaf hvað menn eru að hugsa og pæla. Ég hef nú reynt að hafa þetta bara einfalt og fyrir mér þetta mjög einfalt að ég stúdera bara Nýja testamentið og það hefur alveg nægt mér til þess að eflast á minni trúargöngu og það markmið, hvort sem hjá mér að þér það að eflast á trúargöngunni. Þetta allt saman vinna og þetta góð vinna að vera í og undir og eitthvað sem við ættum að geta alveg gert og gerum við þetta, en þurfum að rækja þetta. Við þurfum að taka hvatningunni að gera þessi verk. Og þó sem hvetur til lesturs og bænahalds og kirkjusóknar og svona og framvegis, þú ert í raun að hvetja í góða á. Þannig ef þú hefur verið það, þá endilega haltu því áfram. Látt ekki taka þetta neitt frá þér. Sumir hvetja aðra og það getur verið köllun sumra manna og kvenna, það að hvetja aðra í þessa átt, ekki einhver átt, heldur í þessa átt, til kirkjunar, til safnaðarins og einhverjum og sérlega þetta vera í söfnuði. Það sá maður fljótt þegar maður svona fór að stúdera þessa kirkju og var komin inn í hana, að maður að tilheyra einhverju söfnuði. Þetta tók einhvern tíma að komast niður á þessa niðurstöðu og eftir það hef ég verið skráður í söfnuði. Ég er búinn að vera í 3 söfnuðum held ég í gegnum tíðina. Ég er búinn að vera í þessu sem ég er í dag í nokkur ár, 10 ár eða meira. Og það er ekkert útlit fyrir að maður sé neitt að fara þaðan. Af hverju? Á maður ekki að vera bara það sem Guð settum á. Það á maður að gera. Og þetta hvatningin sem að gengur út, og bara partur af orðið Guðs, Nýja testamentinu og Gamla testamentinu líka. Við erum þetta allt í hendi og okkar valdi hvort við erum að nota þetta eða nota ekki. Það er ekkert hægt að skipa mönnum eitt eða neitt þarna, en góð ráð eru alltaf góð ráð og við erum að reyna að gefa góð ráð.
Það er ekki allir sem gefa góð ráð. En við viljum gera það sem erum hér. Fara eftir góðu ráðum, þiggja góðu ráð og gefa góðu ráð. Því að við getum það. Við höfum þekkinguna til að gefa góðu ráð og þekkingin öll í orði Guðs. Og við viðurkennum þetta og vitum þetta og gerum þetta með þessum hætti. En umfram allt hvetjum við menn til þess að lesa sjálfur, bera ábyrgð á lesturinn sínum og vera ekki bara þiggjendur. En margir eru bara þiggjendur og ég held að það fólk, með allri virðingu, sé alltaf svona hálfvolt í sinni trú. Já, alltaf hálfvolt í sinni trú. Við erum hérna með Nýja testamenti núna og erum með síðara bréf Páls til Korinthumanna og í öðrum kafla og 12. versi stendur: En ég kom til Tróas til að boða fagnaðarerindið Krist, Drottinn hafði þar opnað mér, En ég kom til Tróas til að boða fagnaðarerindið Krist og Drottinn hafði þar opnað mér dyr til að starfa. Þá hafði ég enga eirð í mér af því að ég hitti ekki Títus, bróðir minn, svo ég kvaddi og fór til Makedóníu. Þetta er kærleikur sem við sjáum þarna hjá Páli, sem að gat ekki á heilu sér tekið nema hann vissi hvað hefði orðið af þessum Títus. Hann sjálfsagt hefur oft vonað því að hann væri þarna á staðnum, en hann var ekki á staðnum og hann hafði kannski svo litlar áhyggjur á honum. Þetta er kærleikur Drottins sem að ann bróður sínum og systur. Við höfum að vera þarna, við höfum að elska hvorir aðra og bera einbyggju hvorir fyrir öðrum, og þess vegna hafa áhyggjur af fólki ef það er ekki á samkomunum sínum. Höfum við það? Stundum að segja nú að því að spyrja sig, akkur er þessi ekki eða þessi ekki núna? En ósköp lítið sem það getur gert því að það velur hver og einn fyrir sig hvernig trúarlífi hans er háttað. En við getum verið hvatningin. Við getum alveg verið fólki sem að, þess vegna, ef að Drottinn talar, nefnir það við okkur, þá skulum við ekki hika við að senda skilaboð. Ef að Drottinn biður þið það. Hann sér allt. Því að þú veist í raun og veru aldrei í hvað ásíkomunlagi bróðir eða systir er. En Drottinn veit það og hann getur alveg þess vegna hnýft í þig. Þá sendu þessi skilaboð þessari manneski. Þannig virkar þetta. Þetta er hringurinn að hann lokast aldrei. Það er alltaf hringrás. Við höfum að vera opin fyrir þessu og gera þetta, og ég veit að margir gera það. En kannski mættu við öll vera uppteknari þar. Og kannski gerum við ekki að því við verum í svo rosalegt manngreinarálit oft. Þessi andstið sem heitir manngreinarálit, við erum svolítið upptekið þar oft á tíðum. Við skulum ekkert vera neitt að horfa fram hjá því að við erum þetta fólk. Allt og oft. En þetta er eitthvað sem Drottinn vill að við deyjum og hann vill kannski að þetta fari nú svona að deyja í þið bara hér og nú og ég bið bara það. Því að það sem deyr og er ekki að kærleika, það má bara fara. Og hvað gerist þegar þetta deyr? Þá verður meira pláss í hjartanum fyrir kærleikan að stækka. Þannig virkar þetta. Ef kærleikurinn stækkar ekki, það er vegna þess að það er einhver fyrirstaða sem ætti að fara. Drottinn veit alveg þessa fyrirstöðu og hann hefur oft tekið á þessum fyrirstöðum í mönnum, hjá mér og hjá okkur, og þá er það gert til þess að auka möguleikan á að kærleikurinn og trúin vaxi. Kærleikur og trú, þetta starfar saman og það á að vera vaxandi afl í okkur, ekki minnkandi afl og stundum mikið og stundum eiginlega bara niður undir núlli. Það er ekki ásættanlegt. En þetta er vegna þess að við erum alltaf að læra, við mega það, við viljum læra orð Guðs. Og þess vegna líka erum við að hlusta á svona gott efni og segjum í að vera það sem gott efni er flutt í Jesú nafni. En það er komið tími og Konráð kveður
og heldur þessu góða verki Drottins áfram og verður hér með nýjan þátt af viku liðinni, verði sæl.